En þá komið að næsta gesti mínum. Hún hefur líka komið víða við í tónlistinni. Ég held ég eyði ekkert mörgum orðum á hana. Svo glaðlynd hún og þá fær hún bara tísta hérna frammi. Þetta auðvitað Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú! Sælastu mín. Og þú hér? Ég hér enn eina ferðina. Heyrðu, ég sá að bíllinn laus. Hæ? Bíllinn laus. Bíllinn laus. Við rennum okkur að þetta. Hvað segir þetta minn? Allt þetta fína. Hvað hefur verið að gera? Þú hefur verið að ljúka við að gera. Já, ég var að klára plötu sem að kemur út á morgun. Hún var nú komin til landsins í dag. Og það búið að vera mikið og skemmtilegt verk. Og hvernig tónlist þetta, Diddú? Þetta svona Diddú-tónlist. Þetta Diddú-tónlist, sem sagt alls konar. Já, þetta alls konar, þetta plata í léttum dúr. Já. Þetta öðruvísi plata en gerði síðast, sem var eingöngu óperutónlist, en það engin óperutónlist á þessari plötu, en einhvað síður sýn ég svona allt hvað í mig býr. Finnst einhverjum gagnrýnendum eða svona klassískum listamönnum, þú og aðrir, taka niður fyrir ykkur með því að gera svona létt dægurlög eða syngja stíktinn á plötur? Nei, ef að þeim finnst það þá er það bara þeirra skoðun. Já, og þeim að... Ég held að allir hinni séu nú sáttu við það og það hefur nú alltaf, legið svona í loftinu, það alltaf, fólk hefur viljað að ég gerði svona tónlist einhver skil. Já. Svo þetta svona svolítið sem hefur verið í loftinu lengi. En útgefandina, hann var svo vænn að bjóða mér að taka þessa plötu og leiði Sinfóníuhljómsveit Íslands. Maður þarf ekkert minna. Nei, þegar hún stígur á stokk. En nú þú eins og Símon Kúran, þú hefur verið að fikta í allri tegund tónlistar. Jú, alveg frá blautubarspinni. Og er það klassíkin í raun sem að heillar þig mest? Já, öll tónlist heillar mig í rauninni. En svona í augnablikinu þá fæst ég mest við að syngja sígildatónlist og svona með mínu ívafi. Já. Þannig að og já, ég sýni það bara á þessara plötu svona hvað bæði mér býr í brjósti vegna þess að þetta eru uppáhaldslög mín frá örófi alda. Við erum ekki starfandi í svoleiðis. En hver eru næstu verkefni hjá þér? Ég nú að leggja á landi brott eftir viku. Gera hvað? Ég ætla að fara læra. Læra hvað? Bæta við? Nei, ég að fara fínpússa næsta verkefni sem verður La Traviata í Íslensku óperunni. Hvenær verður það sett upp? Í febrúar. Svo ég fer út og ætlum að sigla öll familjan til Ítalíu. Og Kelly og tvíburarnir. Já, allt heila. Hvað áttu við með því að fínpússa? Hvað áttu þá við? Já, það er alltaf hægt að vinna betur í öllu, hvað sem að maður tekur sér fyrir hendur. Betra að gera það einhverstað með fjölskyldunni í útlöndum eitthvað? Já, ég verð að gera það. Já, þessari plötuðinni, við erum náttúrulega ekki með Sinfóníuhljómsveitina, við erum með stórgóða stráka hér í okkar hljómsveit, syngja fyrir mig öttir, kennst ekki hjá því. Þá til dæmis lagið Guando Guando. Já. Við vorum að tala uppáhaldslögin í gamla daga. Jú, það var nú eitt uppáhaldslag. Bróðir þinn Páll Óskar hefur verið að syngja svona tónlist. Jú. Stala eins og lagið frá þér? Sko, ég var að syngja þetta lag þegar Palli fæddist. Já, við viljum að hafa það á hreinu. Þannig að það er alveg á hreinu. Þannig að ég segja, hann gerir það einhver síður mjög góð, hann gerir því mjög góð skil. Já. Ég ger það bara með mínu nefi og með annars konar tónlistamönnum. En þú hefur... Það að vísu, það er búið að setja nýjan texta við lagið. Hann syngur það ensku, ég syngur íslensku. En það er náttúrulega óvíða mikið að fara að tróða upp með Sinfóníuhljómsveitina en þú hefur ekki hugsað að tróða upp með svona prógram í vetur eða einhvers staðar með? Já, það er aldrei að vita. Ef fólk sýnir því áhuga þá er ekkert mál að koma því í kring. Við skulum semja við strákana hérna, þetta fannst ekki. Jæja, Diddú, ég ætla að þakka fyrir þetta spjall og ég býð bara eftir því að fá að syngja og vonandi getur... Ætlar þú að syngja með? Það getur vel verið í fyrir skellum okkur í duett. Og þú fá að heyra nýja hlið á Diddú, ég ætla að fá að kissa þig inn í róla. Nýja, þetta er eldgömul hlið. Já. Sigrún Hjálmtýsdóttir, Diddú. Gef mér svarið, segðu já.
þetta var okkar Sigrún Hjálmtýsdóttir Dittu með útgáfu sína af Guando Guando.